Reykjavík, það ritum við ræðu byrjandi. Höfuðstaður helsti hér á þessu landi. Svona orti rímnaskáldið Sigurður Breiðfjörð, en hann bjó á horni Vonarstrætis og Tjarnargötu, nálægt stað þar sem Ráðhúsið nú. Hann sá fyrir sér Reykjavík sem höfuðstað, en það var ekki alltaf sjálfgefið að Reykjavík yrði höfuðstaður Íslands. Lengst af var Reykjavík fyrirmynd og í farabroddi í framkvæmdum á flestum sviðum þjóðlífsins. Nánast alla síðustu öld var Reykjavík leiðandi í stórframkvæmdum sem stórbættu lífsskilyrði íbúanna. Þar komu að verki borgarstjórar sem voru sjálfstæðismenn. Það sem gerði þessa borgarstjóra að traustum leiðtogum var ekki viljinn til valda, heldur viljinn til að starfa öllum til hagsbóta. Ekki áráttan að tala endalaust óljósa framkvæmdir á glærum, heldur viljinn til að láta verkin tala. Ekki sá háttur að skapa misklíð og flokkadrætti milli mismunandi lífstíls fólks, milli borgarhverfa eða borgar og landsbyggðarinnar, heldur fullvissan það að höfuðborgin hafi skyldum að gegna gagnvart þjóðinni í heild, gagnvart allri þjóðinni. Ekki yfirlæti þeirra sem telja sig vita allt betur en fólki í landinu, heldur trúin á frelsi og frumkvæði borgarana. Eftir 8 ára valdatíð og 16 ára borgarstjórnarsetu Dags B. Eggertssonar komið nú að tímamótum. Reykjavík eftirsóknarverð ferðamannaborg með frábærum veitingastöðum og menningu, en í allri veislunni þá eins og íbúarnir hafi gleymst. Við hljótum að spyrja, auðveldara að komast á milli staða úr vinnu og heim heldur en fyrir 4 árum? Auðveldara að eignast íbúð eða leigjana? Borgin hreinni? Leikskólarými fyrir þá sem þurfa? Hefur ferðaþjónusta fatlaðra verið áreiðanleg og fá borgarbúar svör við spurningum sínum? Ágætu landsfulltrúar, svarið liggur fyrir. Þess vegna þurfum við breytingar. Ég heyrði 25 ára konu segja á fundi í mánunum að hún kviði fyrir því að þurfa að flytja úr borginni sem hún fæddist í. Hún býr ennþá hjá foreldrum sínum, getur ekki keypt og ekki leigt. Núna horfir hún fram á það að þurfa að flytja eitthvað annað þvert á vilja sinn. Þessu ætlum við að breyta. Sífellt fjölgar þeim sem á biðlista eftir félagslegu húsnæði og heimilislausum hefur fjölgað svo að þeim hefur fjölgað 95% á 5 árum. Og þessu verðum við að breyta. Skuldasöfnun borgarsjóðs hefur verið gegndarlaus og hafa skuldir vaxið 1 milljarð á hverju mánuði eða 80% á kjörtímabilinu. Hver 4 manna fjölskylda ber því 1,5 milljón meira heldur en fyrir 4 árum. Þessu ætlum við að breyta. Nýlega fjárfesti meirihlutinn í 500 milljón króna múr sitt hvoru megin við Miklubrautina og þegar múrin var að vera tilbúinn þá sendi meirihlutinn frá sér myndband 20 milljarða stokk sem þeir höfðu sjálf hafnað. Svona vinnubrögð getum við ekki þolað og þessu ætlum við líka að breyta. Borgin hefur fjölda blaðafulltrúa og sendi frá sér hundruði fréttatilkynninga á ári hverju og segir meðal annars frá góðum hagnaði fyrirtækja og stofnana borgarinnar. Í mánuðinum var sagt frá 7 milljarða hagnaði félagsbústaða, en á sama tíma var ákveðið að stórhækka leiguna. Hvernig getur þetta staðist? Jú, hagnaðurinn búinn til með endurmati eigna sem ekki stendur til að selja. Svona afkoman fegruð, en skjólstæðingar borgarinnar fá á sig hækkun eftir hækkun og margir þeirra algjörlega óvarðir fyrir þeim. Eins og Orkuveitan, holræsin og mengaða drykkjarvatnið okkar, þá koma félagsbústaðir borgarstjóra lítið við. Búið að slíta tengsl milli kjörinna fulltrúa og íbúana. Þessu ætlum við að breyta. Umboðsmaður borgarbúa tekur við kvörtununum
og því þarf borgarstjóri ekki að svara þeim. Þannig kemur borgarstjóri sér undan því að veita borgarbúum áheyrn. Umboðsmaður borgarbúa hefur í raun engin völd, en það tekur hann 80 daga að fá svör frá skipulagssviði. Það er sami tími og það tók Phileas Fogg að fara í kringum jörðina, upp á dag. Já, og leiguíbúðirnar 3000. Hvar eru þær? Leiguíbúðirnar sem var lofað fyrir 4 árum síðan. Þær eru hvergi sjáanlegar nema á glærusýningum borgarstjóra. Þessu verður að breyta, þessu ætlum við að breyta. Því þar sem að sjálfstæðismenn í meirihluta, þar er þessu nefnilega öðruvísi farið, við þekkjum það. Kæru landsfundarfulltrúar, við ætlum að snúa frá forræðishyggju, núverandi meirihluta, þar sem kerfið ræður ríkjum. Við ætlum að minnka stjórnkerfið, spara þannig fjármuni, stytta boðleiðir, bæta þjónustuna millilega laust. Við ætlum að færa valdið og fjármagnið til þeirra sem þjónusta íbúa borgarinnar, tryggja börnum leikskólarými og dagforeldra í stað þess að senda börnin heim. Við ætlum að mæta búsetuþörf eldri borgara, en á síðustu kjörtímabili var ekki úthlutað einni einustu lóð og þessu kjörtímabili hafa allar framkvæmdir tafist. Við ætlum að styðja betur við íslenskunámi í skólunum, ekki síst hjá börnum innflytjenda sem hafa þurft að þola meiri mismunun en dæmi í öðrum löndum. Við ætlum að leysa húsnæðisskortinn í Reykjavík með stórauknu framboði byggingarlóða. Strax að loknum kosningum munum við endurskoða aðalskipulagið og leyfa byggð í Örfirisey, Geldinganes og við Keldur. Og við ætlum okkur að hjálpa fólki til sjálfstæðs lífs í stað þess að festa það í fátæktargildrum. Vinna með öflugum hagsmunasamtökum og hjálparsamtökum eins og SÁÁ, Hjálpræðishernum og mörgum öðrum í stað þess að setja 351 starfshópa stað eins og þau gera á þessu kjörtímabili. Við ætlum að stöðva skýrslufarganið og vinna með þeim sem hjálpa fólki til að hjálpa sér sjálft. Kringla heimsins, svo mannkinn byggir, er mjög vogskorinn, sagði Snorri í upphafi heimskringlu. Við sjáum fyrir okkur aðra kringlu, hún er í Reykjavík. Á meðan núverandi meirihluti hefur ekkert gert í að standa við eigið loforð að byggja upp samgöngumiðstöð í BSÍ, þá sjáum við fyrir okkur að kringlan sé rétti staðurinn og rétti kosturinn til þess að styðja við almenningssamgöngur svo það verði betri og skemmtilegri. Kringlan er í miðjunni og hún á að vera miðstöð fyrir almenningssamgöngur og við ætlum að efla strætó. Það er okkar markmið. Framundan eru mikilvægustu kosningar til borgarstjórnar Reykjavíkur í áratugi. Annaðhvort verður haldið áfram með óbreytt ástand þar sem húsnæðisskortur, samgönguvandi og svifryk dafnar. Eða Reykjavík endurheimti forystuhlutverk sitt sem höfuðborg. Borg sem á að vera leiðandi á öllum sviðum í þjónustu við íbúa og fyrsti búsetukostur fyrir ungt fólk. Höfuðborg sem þjónar öllu landinu og er brimbrjótur í samkeppni við erlendar borgir fólk og fyrirtæki. Reykjavík hefur alla burði til að vera í fremstu röð á heimsvísu þegar kemur að búsetu, samgöngum og umhverfismálum. Við viljum að hún bjóði fólk á öllum aldri upp á tækifæri til að láta drauma sína rætast. Drauminum að heignast fyrstu íbúð, sækja sér menntun og koma sér upp heimili og fjölskyldu. Eftir 10 ár verður sonur minn 20. Þá vil ég að hann og jafnaldrar hans horfi til Reykjavíkur í samkeppni við bestu borgir heims. Kæru vinir, þessar kosningar snúast valfrelsi. Val til að ferðast, hjólandi, gangandi, akandi eða með strætó. Val ferðamáta og það að koma fólki fyrr á milli staða. Val að geta búið í Reykjavík og þurfi ekki að flytja burt vegna sjálfskapa skorts á húsnæði. Val og sveigjanleiki í skólamálum í stað miðstýringar. Borgarstjórnarkosningarnar fara fram 27. maí. Þá verður upp á dag 50 ára afmæli þess þegar við fórum frá vinstri akreininni yfir á þá hægri. Ég hvet alla sjálfstæðismenn í Reykjavík og reyndar alla sjálfstæðismenn í landinu öllu
að stuðla að því að þann 27. maí verði aftur hægri dagur og við förum fram, breytum borginni og tökum til í Reykjavík. Takk fyrir. Takk fyrir.